Ágætu áheyrendur, ég ætla að fá að ræða við ykkur sérfræði annars vegar og lýðræði hins vegar og hvernig sambandinu er háttað á milli þessa tvenns og kannski aðallega hvers konar hlutverki sérfræðin gegnir í lýðræðinu. Og lýðræði er pólitískt skipulag sem á samfélagi og ég ætla ekkert að fjalla neitt innviði þess heldur spyrja svolítið þekkingarfræðilegt hlutverk lýðræðisins vegna þess að við erum að hugsa tengsl þess við sérfræðina og sérfræði er þekking og af því við erum að hugsa sérfræði í lýðræði þá þurfum við að skoða lýðræði út frá því að það má líta á það sem þekkingarfræðilegt fyrirbæri. Ég ætla ekki að fjalla allar mögulegar útgáfur af því, mér dettur það ekki í hug, það tekur allt of langan tíma, en aðeins víkja að þessu og hvernig það passar inn í það sem ég vil segja. Það er að segja, lýðræðið er þannig að stundum þurfa borgararnir að taka sameiginlegar ákvarðanir og þessar sameiginlegu ákvarðanir þær útheimta að borgararnir tali saman, beri saman bækur sínar, láti heyra í sér og setji sjónarmið sín fram og svo þegar að það hefur gerst í einhvern tiltekinn tíma þá verða til lög. Og þetta, það er rétt að þegar að tala borgarana að þá gilda sömu reglur í öllu því sem hér er sagt fulltrúana sem borgararnir hugsanlega velja til þess að taka einmitt ákvarðanir í þessum sameiginlegu málum. Og eitt af því sem einn vandinn í lýðræðinu er sá að þekking borgaranna hvers og eins er dreifð og hún er þannig dreifð að það er engin einn einstaklingur eða stofnun sem hefur yfirsýn yfir þessa dreifingu, veit hvar þessa þekking er að finna eða einhverja aðra þekkingu hjá einhverjum öðrum hópi. Og það er aðal ástæðan fyrir því að samtal er svo mikilvægt í lýðræðinu. Það er að segja, samtalið þarf að virkja þekkingu borgaranna og síðan leiðir þetta samtal til ákveðinna niðurstöðu og þessar niðurstöður birtast svo stundum ef að það eru gert með lögmætum hætti í lögum. Og það væri ekkit óeðlilegt að menn spyrðu sig það hvort að borgararnir gætu bara ekki séð algjörlega þetta sjálfir í frjálsum félagasamtökum eða sem einstaklingar. Vandinn við þá lausn er sá að þessar sameiginlegu ákvarðanir eru þess eðlis að þær gilda fyrir alla, ekki bara suma, það er að segja þá sem eru í félaginu sem er að ræða. Heldur gilda fyrir alla og það útheimtir að miklu sterkari kröfu það allir geti komið að umræðunni, allir geti komið að sínum sjónarmiðum og að eitthvað lögmætt yfirvald taki endanlegu ákvarðunina sem er þá endanleg og gildir fyrir alla. Þannig að í frjálsum félögum þá tökum við bara ákvarðanir það sem að félagarnir eru sammála og lítur að hlutverki þess félags sem umræðir. En það gildir bara fyrir þá sem eru í því félagi. Það gildir ekki fyrir alla hina sem eru í einhverjum öðrum félögum. Nú síðan er önnur staðreynd sem að er ástæða til þess að taka eftir og hefur verið
mjög fyrirferðarmikil síðustu 30 árin í rannsóknum í þekkingarfræði og þá sérstaklega hún kölluð félagsleg þekkingarfræði sem að byggist á því að einbeita sér að því að við erum hlutar af samfélagi. Það á við hvern einstakling að hann náttúrulega fullþroskaður einstaklingur ræður lífi sínu og stjórnar og allt það. En þegar kemur að þekkingunni og á nýöld í heimspeki, þá var þekkingarfræði gríðarlega fyrirferðarmikil í allri heimspeki. Og það má skipta þeim aðferðum sem menn aðhylltust í tvennt, annars vegar raunhyggju, þar sem að menn töldu að öll þekking ætti sér uppruna í reynslu manna og hins vegar rökhyggju, þar sem menn voru þeirrar skoðunar að öll þekking ætti sér uppruna í skynsemi manna. Og svo eru tilbrigði við þetta þar sem menn leggja þetta saman og ég ætla ekki að ræða það, en þetta tvennt hefur verið fyrirferðarmest. Og þessi félagslega þekkingarfræði, hún eiginlega lítur svolítið fram hjá þessu og hún einbeitir sér að því að átta sig á hvernig öflum við okkur þekkingar úr eigin samfélagi. Hvað er það sem að gerir okkur kleift að afla okkur að segja að við vitum eitthvað í krafti þess að við höfum fengið það frá einhverjum öðrum. Þetta er algengt í sérfræðinga að venjulegur borgari, hann getur sagt, ég veit að vatn sýður við 100 gráður eða ég veit að örverur þola ekki þetta og þetta af því að sérfræðingur hefur sagt að svo sé. Það er að segja, ég veit P á þeirri forsendu að sérfræðingur hefur sagt að P sé satt. Svo maður noti nú svona orðalag úr heimspeki. Og það er eitt af því sem, það er bara staðreynd okkur sem félagslega verur, að svona er okkur farið. Það er að segja við erum háð umhverfinu í kringum okkur þá þekkingu sem við göngum að vísri hverju sinni. Og það er algengt að við vanmetum þennan þátt í þekkingu, það er að segja þann þátt sem við þykjum frá öðrum og ofmetum þess vegna eigið framlag. En staðreyndin er einfaldlega sú að það er bara megnið af okkar þekkingu er þannig að við höfum þegið hana frá öðrum. Af því að þessu er svona farið að þá þurfum við að geta treyst orðum annarra. Við verðum að geta gengið að því vísu að fólk sé ekki að ljúga að okkur til dæmis. Að það sem fólk segi, það sé satt. Og við verðum líka að treysta því, sérstaklega þegar við erum að tala við sérfræðinga, að þeir viti að það sem þeir segja manni sé satt. Og svo er það þannig að við þurfum eiginlega að trúa því okkar eigið samfélag þá að það sé svona þekkingarfræðilega áreiðanlegt, það er að segja að sú þekking sem berst meðal borgaranna að hún sé nokkuð áreiðanleg. Auðvitað er þetta breytilegt eftir einstaklingum, sumir eru fróðar en aðrir og geta þess vegna staðhæft meira og þetta er bara eitthvað sem við lærum með tímanum á okkar nánasta fólk. Það er ekki bara borgarar í lýðræðinu
Sumir borgaranna eru sérfræðingar og þessi sérfræðingar verði yfirleitt til í háskólum. Það er að segja að það eru háskólarnir sem framleiða borgaranna, en framleiða sérfræðingana, svo maður komi þessu nú rétt frá sér. Og þá er næst að spyrja, ég meina, hvað er sérfræði? Hvers konar fyrirbrigði er það og þá hvað er sérfræðingur? Sko, þekking þeirra er víðtækari og áreiðanlegri og byggða á dýpri skilningin almennt gerist. Hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur að við erum að bera saman tvo ólíka hópa. Hóp sem veit eitthvað betur en aðrir og svo annan hóp sem veit ýmislegt en kannski ekki þetta sem er að ræða. Það er að segja, þegar við erum að tala um sérfræði og sérfræðinga, þá erum við að bera saman viðtekna vitneskju og þá sem er ekki viðtekin. Og áttum okkur á því að sem sagt, þetta er þannig að ræða eitthvað sem við getum frekar treyst heldur en það sem við fáum frá öðrum. Og það eru til sérfræðingar í náttúruvísindum og heilbrigðisvísindum og félagsvísindum og menn sem vita að mikilvægastu staðreyndir náttúruna og heilbrigði líkamans og uppbyggingu hins félagslega veruleika. Það er þannig að í fornöld, þá í einni af merkari samræðum Platóns, Menóni, þar er Platón að velta fyrir sér hvort að dygð sé þekking. Og hann spyr sig þá, eru til sérfræðingar í dygð? Og niðurstaðan í því er að þeir séu ekki til. Og af því dregur hann þá ályktun að það séu ekki að dygð geti ekki verið þekking. Það er ekkert nýtt að menn afneita því að það geti verið til sérfræðingar í einhverju. Platón gerir það til að mynda í þessari samræðu. Ég held hins vegar að við getum jafnvel sagt að það séu til sérfræðingar í siðfræði, en það og er þess vegna ekki sammála þessari rökfærslu Platóns, en það er jafnvel umdeilt en þá í nútíma siðfræði, hvort svo er. Það er mikilvægt að átta sig á því að sérfræði er sérgild, það er að segja hún er ekki algild. Sérfræðingar eru sérfræðingar í tilteknum hlutum en ekki öðrum. Þess vegna getum við ekki verið sérfræðingar í öllu og það er yfirleitt það er eitt af því sem að borgararnir þurfa að átta sig mjög vel á. Það er hvort sérfræðingarnir eru að tala um sitt sérsvið eða eitthvað annað. Vegna þess að þegar þeir eru að tala um eitthvað annað en sitt sérsvið, þá eru þeir ekki að bera eitthvað á borð fyrir okkur sem sérfræðingar. Það er bara þegar þeir eru að tala um sitt sérsvið. Og nú, við getum líka spurt okkur hvers eðlis eru borgararnir og það má finna ýmsar túlkanir á því og til dæmis í stjórnmálafræði að þá hafa menn velt því fyrir sér vegna þess að borgararnir þeir þurfa að kjósa og eru kjósendur og þar eru uppi svona, hvað maður segja, tvö módel. Annars vegar að borgararnir séu skynsemisverur. Þeir afli sér upplýsing og vegi og meti sjónarmið og komist að niðurstöðu hvert mál sem að varðar þá miklu, til dæmis í kosningum, og séu þá óháðir umhverfi sínu, eða ef þeir eru vanabundnar tilfinningaverur. Það er að segja og þessar vanabundnu tilfinningaverur láta oft stjórnast af áróðri lygum og vafasömum upplýsingum ekki reyna að meta upplýsingarnar. Þessar andstæður eru ekki held ég mjög hjálplegar og þær eru ekki hjálplegar einmitt vegna þess að við erum hvort tveggja, auðvitað erum við skynsemisverur en við erum líka tilfinningaverur, það er að segja borgararnir, af því að þeir eru náttúrulega bara manneskjur og við látum stjórnast af skynsemi en líka tilfinningum
Við látum stjórnast af upplýsingum frá öðrum og við erum háðir fordómum eigin samfélags. Þetta er allt saman satt borgarana og þeir eru flóknari heldur en við höldum. Og það þarf menn þurfa að gera sér þetta alveg ljóst. Nú, hvaða afstöðu eiga svo borgararnir að hafa til sérfræðinganna? Hvernig eiga þeir til dæmis að átta sig á því hvort sérfræðingarnir eru sérfræðingar? Það er nú eitt. Hvernig eiga þeir að átta sig á því að sérfræðingarnir eru að tala sitt sérsvið? Þetta eru svona ákveðin grundvallar vandamál fyrir borgarana þegar þeir eru að reyna að meta sérfræðingarna. Og það eru ástæður til þess að nefna bara eina staðreynd sem að yfirleitt er aldrei nefnd þegar verið er að ræða þetta og hún er þessi. Að í ríkinu er valdið þrenns konar og þegar við erum að velja fólk til þess að starfa til dæmis við Hæstarétt í dómsvaldinu, þá gerum við minnst okkur þá kröfu að þeir séu nokkuð góðir í lögfræði. Og sama á við framkvæmdavaldið, þar að segja þangað eru ráðnir þeir sem að vita eitthvað það svið sem ráðuneytið það sem verið að ráði eða í stofnunina sem að fjallar tiltekið hluta, þeir sem ráðnir eru, þeir hafa einhverja sérþekking á því sviði. Löggjafarvaldið hins vegar gerir engar kröfur til kunnáttu. Og nú borgararnir þurfa og það er að segja þessi staðreynd ríkisvaldið er mikilvæg vegna þess að hún segir okkur við gætum ekki rekið nútíma ríkisvald án sérfræðinga. Það bara gengi aldrei. Borgararnir þurfa að læra að treysta sérfræðingum sem eru trúverðugir, vita hvað þeir eru að tala um. Nú stundum þarf að láta sérfræðingana taka ákvarðanir. Það er ekki alltaf þannig. Stundum eru þeir ráðgjafar frekar en þeir sem taka ákvarðanir. Það fer bara eftir því hvers konar ákvarðanir er að ræða hverju sinni og hver lögin er og slíkt. Nú, ég held að kannski sé mikilvægast að borgararnir í rauninni taki mark á sérfræðingum. Hlusti vandlega á hvað þeir hafa að segja þegar þeir eru að tala sitt sérsvið og ef að þeim finnst svo, þá geta þeir alveg efast það sem þeim ber á borð og rökin og spurji og taki þátt í samræðu. Nú það er að segja borgararnir hver og einn eru allir í sömu stöðu, þeir eru jafnir í þeim skilningi að það er enginn fremri öðrum sem borgari og þess vegna ber hver borgari eiginlega ábyrgð gagnvart öllum hinum á eigin skoðunum og í heilbrigðu lýðræði þá ættu sjónarmið og rök sérfræðinganna að hafa áhrif á skoðanamyndun borgaranna. Það er bæði eðlilegt og sjálfsagt. Frjálslynt lýðræði, bara lýðræði réttarríki getum við sagt, felur tvennt í sér jöfnuð og frelsi fyrir borgarana. Og það er svo ýmislegt fleira sem ég ætla bara að nefna þetta tvennt núna. Og frjálslynt lýðræði gildir að það getur stuðlað að því að borgararnir afli sér réttra og sannra skoðana hvaðina sem vera skal og móti sér skynsamlega afstöðu til samborgara sinn og samfélagsins. En það er hins vegar ekki sjálfgefið að svo sé og það sem meira það er ýmislegt sem bendir til þess að líta svo á að frjáls og hörð og harkaleg umræða í lýðræðinu þar sem að sú skoðun sem verður ofan á sé hinn rétta, það sé bara ekkert endilega þannig ef menn gæti ekki að því hvers konar leikreglum er fylgt. Vegna þess að frelsið, það gefur áráðsmeisturum og peningamönnum lausan tauminn, því miður.
sko jafningja, það að borgararnir séu jafningjar, það svona á að tryggja að minnsta kosti að samræðan fari fram á eðlilegum grundvelli, en það eru aðrar staðreyndir sem trufla. Og niðurstöður úr þessu eru að samband borgaranna við eigið samfélag, að það er flókið og þeir þurfa að geta skoðað eigið samfélag gagnrýnum augum til að mynda sér skynsamlegar skoðanir, og það geta þeir ef þeir bara kæra sig um það. Upplýsingar frá sérfræðingum eru borgurunum alveg lífsnauðsynlegar til þess að þeir hafi réttar og skynsamlega forsendur fyrir skoðunum sínum. En því miður að þá er það þannig að áróður og lygar og dulin hagsmunagæsla og vanhæfir fjölmiðlar, peningavald og ýmislegt annað gera borgurunum afar erfitt fyrir. Þetta er bara hlutskipti borgara í samfélagi nútímans því miður, og veldur því að það er erfiðara kannski heldur en á ýmsum tímum áður. Takk fyrir.